Góðan daginn, Kjartan Þór heiti ég og ég partur af hópi 19 í þessum áfanga og í þessu myndbandi ætla ég að sýna helstu features kerfisins, það sem við erum búin að búa til og ég ætla að sýna svona hvernig nýjir notendur geta notað kerfið okkar og ég mun fara yfir helstu svona common töskin í þessu kerfi. Já, við ætlum að byrja í Organizer og þar eru nokkur svona algeng svona tösk sem að nýjir notendur munu þurfa að spreyta sig á og við ætlum að byrja á fyrsta sem Register New Team. Team name, við notum bara Kjartans Friends, segjum það bara URL optional, þurfum ekki að bæta inn núna. Bara full name, notum mig bara sem tölvunardýr. Já, við getum gert þetta bara svona. Adressa, símanúmer, notum bara dagmælisnúmerið, gamla góða. Bara eitthvað svona. Link sem optional líka, vill bæta ykkur inn, svo ætla að nota handle. Já, svo þannig bara fleiri hérna. Ég veit ekki alveg adressur og öll þessir upplýsingar hjá hópfélaginu mínu, þannig að við gerum bara eitthvað hérna. Og við bara Hrafni svona, full name. Notum við bara næst, það er alltaf ykkur afmælisdagur sem að hann með. Við gerum bara eitthvað hérna. Þess að, já, fylla út í þetta. Svona bara. Hérna. Setjum hérna eitthvað inn, svo, já. Eitthvað svona. Svo síðasti. Setjum markhúsinn bara. Eitthvað upplýsingar hér. Sennalandur, markhús. Svona og svo að lokum kemur select team captain. Í þessu tilviki ætla ég að velja sjálfa mig sem í nummer 1 og svo hittum við enter og svo kemur team registered successfully og press enter to return sem við svo gerum. Og já, næsta algenga task sem notendur munu þurfa að spreyta sig á create a tournament. Ef við búum til nýtt tournament bara, segjum að það heitir bara HR leikarnir, segjum að bara start date, segjum að byrja daginn í dag bara sem dæmi og endar eftir, já segjum bara eftir 2 daga, stutt hérna tournament og segjum að það, já, tekur sér stað í sólinni. Contact person, segjum bara að ég þessu tilfelli, fyllir út nafnið sitt og e-mail, bara eitthvað svona, megabull, símanúmer, við getum vera á server resources, number service, segjum bara að þetta séu 5. Sem dæmi, það verður eftir hversu stórt tournament og svo kemur tournament created successfully, press enter to return sem við gerum svo. Og svona næsta algenga í Organizer menuinu register teams into a tournament. Við erum búin að búa til nýtt lið, við erum búin að búa til nýtt tournament, þannig að við þurfum eftir að skráða í tournament okkar og hér koma upp 4, það voru 3 sem að við vorum bara búið til bara svona áður til þess að hafa þetta aðeins flottara. Svo sjáum við 4 háleikarnir sem vorum búið til, finnum inn í það og þá sjáum við lið sem hægt að adda inn í tournamentið og aftur þá byggum við til bara svona random lið til þess að hafa þetta flottara og svo nummer 6 sjáum við Kjartans Friends. Gerum nummer 6 og þá kemur upp team added to tournament
sem þýðir að við erum búin að liðin okkar í tournamentið. Næst ætlum við að fara kíkja aðeins betur í kapteinmenjuð. Þar mjög algeng tösk sem að eru góð að vita og kynna sér. Þegar við förum inn í það þá erum við með svona kapteinlogin. Bara að taka sem dæmi þá notum við bara númer 3 kapteinidýð og svo inn í því kom nokkrir valkostir sem kapteinin getur gert. Við fyrir bara í fyrsta register player to my team. Þá fyrir við inn í manage players in my team. Við notum bara Shadow Wolves sem dæmi. Sjáum current players í liðinu og svo eru fleiri valkostir fyrir neðan. Remove player from the team, ef við prófum það bara þá getum við eitt leikmann út, segjum við bara Blaze út í þetta skiptið. Þá kemur the player Blaze has been removed from the team. Fyrir tilbaka, add an existing player to the team. Adda nýju leikmanni. Segjum við tökum bara Rift sem er 9, við adda honum í liðið og player Rift added to team successfully. Fyrir tilbaka, svo nummer 3 create a new player and add to the team sem við getum gert hérna. Kom bara með eitthvað bull, sem bara Jón Jónsson. Hann er fæddur 2000 bara 1. desember, segjum það bara. Adressa, hann á heima bara segjum bara Reykjavík líka. Símanúmer, bara með dómaransnúmerið, sígilda, e-mail. Hann er bara jóð, segjum það bara. Linki er optional, þú getur aðtaka inn í þetta ef að þörf er á. Og handle segjum bara, hann sé bara Nonni, segjum það bara. Og svo kemur player Nonni, created and added to the team. Og presented to return. Þetta lýkur kynning okkar á helstu virkni kerfisins. Við höfum farið yfir mikilvægustu verkefnin fyrir bæði organizer og kaptein. Og þar á meðal inn í því voru skráning leikmanna, mótastofnun og stjórnun liða. Og markmiðið með kerfinu er einfalda skipulagningu móta og gera ferlið skilvirkara fyrir alla nemendur. Og ég vona að þetta vídeó hefur hjálpað nýjum notendum að skilja okkar kerfi. Takk fyrir að horfa.